Góðan daginn, ég heiti Lúkas, þetta er frumkvöðlaverkefni mitt í líffræði í Menntaskólanum á Tröllaskaga, haustönn 26. Uh, ég ætla að tala um frumkvöðlinn Aristótle. Uh, hvernig var lífið hans Aristótle? Aristóteles fæddist árið 380 fyrir Kristi í Grikklandi. Faðir hans var læknir og það útskýrir líklegast af hverju hann hefur haft svona mikil áhuga á náttúru og líffræði. Og hann lærði í Platóni í Aþenu í vel 20 ár. Síðan stofnaði hann sinn eigin skóla, Lykion, þar sem hann var að kenna og rannsaka. Hann ferðaðist einnig töluvert og safnaði miklum upplýsingum dýrin og náttúruna. Hann lést árið 322 fyrir Krist. Hvaða áhrif hafði Aristótle á líffræði? Jú, hann var talinn hafa lagt grunn að líffræði sem vísindagrein og hann meðal annars rannsakaði dýr með beinum athugunum og krufningum og reyndi að flokka þau eftir einkennum. Hann skrifaði bækur byggingu dýra, æxlun og þroska. Verk hans höfðu áhrif á vísindamenn í meira en 2000 ár og mótuðu skilning manna á lífverum í margar aldir. En hvað vitum við hann? Við vitum hann bæði úr ritum hans og frá öðrum fornum heimildum. Margar bækur hans hafa varðveist, sérstaklega þegar þær sem fjalla náttúruna og dýrin. Hann hafði áhuga á mörgum sviðum, eins og heimspeki, siðfræði og almennt mörgum öðrum vísindagreinum. En líffræðirannsóknir hans eru meðal þeirra merkustu. Þrátt fyrir að sumar hugmyndir hans hafi síðar verið leiðréttar eru athuganir hans taldar mjög nákvæmar miðað við tímann sem hann lifði á. Jæja, nú spyrjum við spurningana: af hverju var Aristóteles úthlutaður sínu verki? Hann var valinn vegna þess að hann var talinn fyrsti vísindamaðurinn sem rannsakaði lífverur á kerfisbundinn hátt. Hann safnaði mikið af upplýsingum fjölmargar dýrategundir og lýsti útliti þeirra, líffærum og lifnaðarháttum. Í rannsóknum sínum reyndi hann einnig að flokka dýr eftir sameiginlegum einkennum, til dæmis dýr með blóð O, G án blóðs. Þessi nálgun telst upphaf líffræðilegrar flokkunarfræði og G hefur haft varanleg áhrif á þróun líffræðinnar. Aristóteles er því mjög mikilvægur í sögu líffræðinnar. Ég ætla að tala núna hvað mér finnst áhugavert við sögu hans. Mér finnst áhugavert rannsóknir Aristóteles vegna þess að hann hafði mikla áherslu á að rannsaka lifandi verur með beinum athugunum og skipulegri aðferð sem telst mjög snemma dæmi kerfisbundna líffræði, og þá vitna ég í Lennox 2006. Hann vann þetta löngu áður en nútímavísindi og rannsóknartækni komu til sögunnar, en samt náði hann að setja fram hugmyndir flokkun dýra og lýsa ýmsum atriðum líkamsbyggingu þeirra. Ég vitna í Green 2026. Það sem gerir þetta enn áhugaverða er að verk hans náttúruna og lífverur voru lesin og notuð í margar aldir, og hann átti því stóran þátt í að móta hugsun líffræði og náttúrurannsóknir í langan tíma, og þá vitna ég Ólaf Pál Jónsson 2004. Ef við tölum þetta í einföldum máli, þá Aristóteles var ekki bara að spá í hlutina í huganum eins og margir á þessum tíma, heldur fór hann út í náttúruna og skoðaði dýr beint. Hann lýsti dýrum út frá því sem hann sá sjálfur og safnaði upplýsingum með athugunum. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að hann var talinn svona mikilvægur í sögu líffræðinnar. B. Það sem var sérstakt við Aristóteles er að hann reyndi að vinna skipulega. Hann skoðaði mörg dýr, bar þau saman og reyndi að finna sameiginleg einkenni. Þannig var til eins konar frumgerð að vísindalegri aðferð: safna gögnum, bera saman og reyna að flokka eftir því sem kemur í ljós. C er að hann er staðráðinn í að byggja þekkingu sem byggði á athugun og rannsóknum frekar en að byggja hann á tilfinningalegum hugmyndum.
sem er mjög góð hreyfing í vísindum. Jæja, nú er komið að endalokum af þessu vídeo hjá mér. Hérna eru heimildaskráin allar vefsíður sem að ég sótti upplýsingar frá og meðal annars held ég mynd þarna nema ég skipti í commercial use, þannig að já. Þetta er í stíl APA5 sem að ég held að sé viðeigandi fyrir verkefnaskil. Ég vona að ég hafi farið nógu vel í efnið, kynnt Ari Systole nógu vel og vona það besta. Takk fyrir.